Are you ready now? Mötley Crüe komnir á fóninn, klukkan orðin 4 og það föstudagurinn 15. september. Auður Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti en við erum ekki fullmannaðir í dag. Já, jú, við erum fullmannaðir en það ekki svona upprunalegt line-up eins og maður segir. Svo ég sletta eins sem nú ekki gert sjaldan í þessum þætti. Því að beint á móti mér situr Egill Einarsson, hann í sínu sæti eins og alltaf. En Steindi okkar junior, hann stattur erlendis og í hans stað komin annar mjúkur og hann heitir Rikki G. Vertu velkomin. Góðan og blessaðan. En ég ætla að byrja bara þér Rikki því að þú ert gestur hér í dag, hvernig hefur það? Herði, ég gæti eiginlega bara vart verið betri. Það gott að heyra. Bara komið aðeins inn í haustið og fyrir að styttast í jólin sem minn uppáhaldstími og... Ertu farin að huga jólum 15. september? Já, maður svona farin að huga því hvað maður á allar að gera, hvað maður svona fara undirbúningur. Já, það ekkert annað. Egill, erst þú farin að huga jólum? Nei, huga jólum. Já, Rikki byrjar að undirbúa. Já, það sést þetta. Það 15. september, ég ekki byrjað að huga jólum. Nei, en hvernig ertu? Ég bara svo nýr. Þú ert eins og nýr, það þetta í hvað, annað þriðja sinn sem að þú opnar og sett eins og nýr. Já, þetta nýja opnurinn mín. Já, ég svo nýr. En það virkilegur heiður að vera með vini mínu Mauta og síðan Nagli. Já, og síðan Nagli. Já, ég geimt en ekki glemt. Já, hann ekki vinuðinn? Já, hann ennþá í fílu. Ná, okkur í fílu? Af því hann kastaði mér upp í sveit og fyrir Mána og Sigga Hlö. Gifta svo að drepa, þú drafst Rikka. Ég skildi það endur ekki alveg. Ég raukstýtti það. Raukstýttur það? Já, ég er búin að útskýra þetta. Siggi Hlö með 40 ásmið og Old Trafford og hvað einasta leik. Hann búin að reka eina tekjustu auglýsingastofu landsins í ykkur 30-40 ár. Þannig að þú ætlar að giftast honum ekki? Já. Máni er búin að lífstíðsbreytingin á honum þegar hann var 50 kílóum á þungur og var að glíma við alls svona vandamál tengt ofþyngd. Hann er helskafinn í dag. Þú vildi hrósa honum fyrir það? Ég vildi veluna hann með einu kvöldi. Og ég sendi Rikka út í sveit, þetta flókið. Þú ert alltaf að tala fjárhagslegt öryggi, þú talar alltaf að þú sért á atvinnulaus. Já, þetta Siggi Hlö. Hann er búin að reykja tekjastu auglýsingastofu landsins í 20-30 ár með einu bestu umbóðsmanni landsins. Hann er búin að rökstu þetta ekki, það er ekkert sem þú getur sagt. Frábært. Getur við farið í leið á eftir? Ég er ekkert að vera leiðilegur, þetta var bara, þú lendi bara á móti erfiðum gæjum. Já, þetta var skellur fyrir Rikka en við vonum að hann fyrirgefi alla þetta hér í dag því að við erum með rosalega þáttandengur kæru hlustendur. Ber þar hæst, nýi dagskráraliðurinn okkar var ég að vekja þig. Þetta í annars sinn sem við spilum hann og það eru 2 virkilega skemmtileg símtöl. Ég fór fyrir rúmri viku síðan og nóttina hérna niður í vinnu og ákvað að hringja í nokkra einstaklinga, bæði fólk sem ég þekki og fólk sem ég þekki ekki. Reyndar bæði símtölin í dag aftur einstaklinga sem ég þekki, þannig að við erum aðeins að bíða með hitt og það eru þeir Egill og Steindi og símtölin eru mjög ólík, fá að heyra þau hér eftir. Svo fáum við rosalega gesti, það eru heitustu tónlistarmenn Ísland í dag, Jói P. og Króli. Þeir eru að gera allt vitlaust, ég heldur eigi öll vinsælustu lögin á top 10 á Spotify og búin að eiga það í smá tíma. Spjöldum að þetta er ekki kynnustu þetta aðeins byrður. Já, það verður gaman að fá. Nú þjóðina kynnast. Þeir eru alveg með þetta þessi drengir og það verður gaman að fá þá í heimsókn. Svo erum við með, sturlaða staðreyndir eða hrossaskít, við erum með spurningakeppni Gilsarans. Það þú ætlar að vera með kortmyndur frekar, sagður mér. Já, ef þú taka það í dag. Breyta það til. Já, Egill, fínt að losna þessu við þetta. Til að taka það, Rikki, þetta er aldrei grófara þegar þú ert með þetta, sko. Og Rikki, þú ætlar að vera með augljósa staðreyndir þar sem að þú situr í sætuna Steinda. Já, það er rétt, ég ætlar að fara í þau fótspor. Ég er búin að finna mjög svo augljósar staðreyndir í dag. Já, þannig að það verður stemming og bara það er þrjusu þáttur framundan. Það er allt vitlaust í þjóðfélaginu. En þetta er nú ekki pólitísku þáttur, þannig ég held við sem ekki að fara mikið út í það. Við ætlum að reyna að hafa bara hér gaman og við verðum hér til 6. Ég verð að spyrja þig, Egill, ætlar að fara hérna nefnir að gera með 1 greiða og eftir þegar þeir koma hérna drengirnir. Okay. Ég er alltaf þegar við fáum tónlistaminn í spjall þá ferði alltaf að rifja upp þína tíma. Já, guð minn góður. Ekki að gera ekki þá. Þetta tala Mercedes-ferilinn. Já, Mercedes-tíma. Það er bara því að við erum að fá unga artista sem veit ekki alveg hvað þeir eru að fara út í þegar þeir fara á toppin á okkur örstöndum tíma. Þú fórst aldrei á toppin með Ok, ég gerði það ekki. Nei, jú, það sem ég gerði. Og álega sem fylgir því er gífurlegt. Ok, nefnum að gefa mig greið, nefnum ekki að ræða þetta við og eftir þegar þú varst í Mercedes Club. Hver getur hjálpaði meira með þetta en ég, til dæmis? Hljómborðsleikari í Mercedes Club sem að Hljómborðsleikari? Hann var ekki eins og hljómborðsleikari. Já, þú varst, ok, maðurinn sem var við hljómborði. Það er ekki slakað á. Hver var á hljómborðinu þá?
Þú varst við eitthvað hljómborð, ég alveg geta tekið eitthvað flíil með mér bara og... Það var eitthvað, sko, það versta við hérna á þjóðatíð núna, ég held ég að nú satt þetta í hérna, eftir þjóðatíð síðast, en pappan Sveppa átti afmæli á þjóðatíð og kvöldið og laugardagskvöldinu eftir að Egill var búinn að þykjast spila á flíil eða hvað sem þetta var hérna, skemmtar eða eitthvað í nýja þjóðatíðalaginu okkar, þá sagði pappi Sveppa hérna, ég vissi ekki að Egill var svona góður á píanó. Þannig að þú ert í rauninni, það fólk sem trúir þessari vitleysu og það er eiginlega bara, þú ert eiginlega að koma bara hreint fram. Ef vitleysan ekki leiðrétt, þá verður hún að staðreind því miður. Það bara þannig, en... Við ræðum þessa drengju eftir, það verður veitla. Já, þetta verður... Og ég er með spurningakeppni sem ég held að verði mjög skemmtileg milli ykkar tveggja. Hvað er þema? King of the Bedroom. Nei, ég hef verið í þeirri keppni. Sko, þetta er uppdættu útgáfa. Það er langt síðan að voru, svona meir en ár síðan voru King of the Bedroom, þú og Stendi. Nú er þú og Richard í King of the Bedroom. Það verður glærugt að vinna Rikka þar. En já, eins og ég kom inn á, þá eru þessir hérna snillingar á leiðinni og já, það verður áhugavert að ræða þá. Til okkar Króli og Jói P og lagið er Boba. Sennilega heitasta lagið á Íslandi í dag, sveimi það. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blu. Og já, ég er með ágætis pakkandagur svo sem, en ég ætla að byrja slúðrið á einni af mínum uppáhaldsleikunum. Það er Jennifer Lawrence. Ég held að segja Jennifer Lopez. Nei. Það er verið veisla. Þú sagði Jennifer... Já, næstu Lawrence. Akkurat, mér finnst nú Jennifer Lawrence tölvört betri leikona heldur en Jennifer Lopez. Í alvöru? Þetta Óskarsverðlauna hafi. Drullið Jennifer Lopez. Er ég að drullið við Jennifer Lopez af því að hann er stömmur betri en hinn, eða? Það var svona, það var harkalega sagt að Jennifer Lopez á geggjaða myndir, sko. Ég hef alltaf verið mikill Lopez maður. En ég bara eins og ég segi, þetta er henni mínum uppáhaldsleikunum, en hún mætti með nýjan kærastu upp á arminn, eða kannski ekki nýjan, en svona fyrsta sinn sem þau sjást opinberlega, og það er leikstjórinn Darren Aronofsky, og þau voru saman voru að gera bíómynd saman daginn, og það var kvikmyndin Mother, en hún var einmitt frumsýnd í New York þegar þau mættu þarna saman, og já, hann eða hann upp á arminn, en það er aldursmunur á þessum tveim, því að já, Darren Aronofsky er 48 ára en hún Jennifer Lawrence er 27 ára. Þannig að það er 21. Úi, getur það verið perralegri? Þetta var líklega ógæstlegasta ræðilega sem hirti þessu stúdíu, en það er 21 ára millera. Og er það ekki bara, er ekki alltaf rætt í Hollywood, afstöðspyrir ekki aldur? Ekki bara í Hollywood, bara út allan heim. Já. Mother, þetta er svona horrormynd. Er það? Já. Mother. Já, málega bara... En þetta er samt ekki fyrsta sinn, sko, því ég hef heyrt nokkar sinnum þar sem að leikstjóri og leikona byrja saman eftir kvikmyndir. Þannig að það verðist vera svona... Skiptir ekki máli hvað kennitalan segir. Ef að tvær manneskjur laðast á hver annari og smetla saman. Nei, auðvitað skiptir máli hvað kennitalan segir. Skiptir þetta ekki máli, þá bara... Það skiptir máli að það þarf að vera komin viss aldur þar samt, sko. Ástin spyr ekki aldur. Já, ég meina, ég er ekki að tala um að sé 10 ára og hann 40, sko. Akkurat. Það var ekki að segja að tala um, sko. Nei, þannig að kennitalan skiptir málið, ekki? Já. Er það ekki? Og tróttu sig í hausinn. Ekki að segja það svona í ljósi frétta dagsins. Kennitalan skiptir málið. Hérna, en Jennifer Lawrence og leikstjórinn Darren Aronofsky, þau eru alltaf að byrja saman og við óskum þeim allsins besta. Þetta verður ekki langt samband, en ég held að það verður stemning. Ég held að það verður svona stemningssamband. Þetta verður stutt partí. Akkur gefur þessu ekki góðan tíma? Blöð, ég Drake og J-Lo. Ég er búinn að fylgjast með Hollywood slúður í Blöð. Þegar þú varst að sauðakrokki skítandi í þig. Þá þú var átt að því aðeins komið lengra en þú í Celebrity Gossip og ég þarf ekki að flétta upp mynd af honum bara til þess að fatta að þetta er 34 mánuða koncept. Nei. Ég er ekki reyna að vera leiðilegur, en sko hún er way out of his league, við tölum bara hrein íslensku. Já, en hún verðist vera ástofangin á. Já, þetta var flotti 3 mánuði líka. Er þetta gæinn eða? Já. Það er sköllóttur. Já, vá. Blöð, nei sko, Ríkard, það er sköllóttur maður beint á mótið þér, sko. Ekki segja þessu fyrirlitning á tón. Nei, bara... Hann er sköllóttur. Ég ætla að gefa þessu 2 ár. Svo er það, já, það er ekki allir jafn hamingisamir og þau, því að stjörnuparið Fergie úr Black Eyed Peas, hún er reyndar hætti í Black Eyed Peas held ég, og leikarinn Josh Duhamel sem var í þáttunum Vegas fyrir þeim sem muna eftir því, og svo var hann líka í Transformers og eitthvað. Þau eru hætt saman. Já, fárla sexy gæinn í Transformers.
Já, mjög myndalegu gaur Dökkari sexy gæinn, fólk kveikið sem hlusta Dökkari sexy gæinn í Transformers þarna sem var svona Special Forces gæi Hávaxinn dökkari myndalegur Fáránlega sexy Ég held að sé bara allir löngu búin að kveikja En þau eru hætt saman og, Já, þau tók ákvörðun fyrir árinu Þau eiga 4 ára gamlan dreng sem heitir Axel Þannig að geggjana Heitir hann Action? Axel Axel, ég held að sagt Action Bara eins og Axel Rose En þau eru búin að vera gift í 8 ár og mér finnst alltaf leiðilegt að þessi svona Hollywood-pör eru að hætta saman eftir svona langan tíma Það er bara svo gríðalt álagan í Hollywood sko. Þú líkir ekkert saman að vera Hollywood-stjarna og vera lagergómur til dæmis bara á Sauðárkróki eða á Egilsstöðum eða eitthvað skilur Álagið í Hollywood er svo gríðalegt blöð þess vegna er mikið að sambandslítum hana segir sér bara sjálf sko Ok, en þau voru samt búin að vera gift í 8 ár þannig að þau voru sem er óvinni gott Ég myndi líka segja sko, ok, fyrst þú ert að segja að álagið sé svo rosalegt Ég myndi segja að þau væri búin að standa af sig svona stærsta stormið því að, ég meina, með fullri virðingu fyrir Fergie og Black Eyed Peas þá er hún ekki að toppa í dag og ekki hann heldur, þannig að maður er svona haldið að sér til dæmis eins og Freddie Prinze Jr. og Sarah Michelle Gellar, þau stóðu af sig stormin svo vilja það ekkert vera fræg lengur Nei Þannig að, já, við allavega óskum Fergie og Josh Duhamel bara allsins besta og svo er ég með hér í lokin það var bílslys, Heather Locklear lenti í bílslysi og flutt á sjúkrahús en hún er nú víst að ná sér blessunin Það er frábær leikuna Geggjuleikuna Já, en hún er reyndar það er langt síðan maður sá Heather Locklear í einhverju Ég er náttúrulega mann best eftir henni bara úr Melrose Place sem ég horfði alltaf á Hvort voruð þið meiri Melrose Place menn eða Beverly Hills 90210? Melrose Place allan daginn Ég segi 50-50 Ég var grimmur í bæði Melrose Place og Beverly Hills Ég tók þetta alveg bæði grimm Ég var mikill Michael Mancini maður í Melrose Place og Dr. Peter Burns Hver er Jake? Jake var í Melrose Place Þykka hárið og leðurjakkan og alltaf móti í hólnu Já, hann var í Melrose Place Og síðan varst með Steve alltaf skemmtilegur í Beverly Hills Þannig að hann var flipgæinn Ég var alltaf mikill Dylan maður Ég kvistla alltaf Já, það var vesinn á honum og svona Það var svona sexy Það var sexy gæði Dylan og Kelly kistust hann í fyrst skipti í sundlauginu Það var gott moment Þau kistust ekki fyrst að sinni í sundlaugur ekki Ég veit það bara manna besti Ég ætlaði að apa eftir þessu atriði 3-15 ára sko Það er ástæði fyrir að blöð labbaði yfir götuna og ætlaði Nei, ég labbaði ekki yfir götuna Ég labbaði yfir sko bara heilt engi Jú, það var sem sagt Hún bjó í hverfinu fyrir ofan Ég bjó í Túnagörðinu og hún bjó í Efrakörðinu Já, þetta voru góða 10 mínútur Og á leiðinni var allir tíman að manað uppi Nú ger ég bara sama Dylan gerði í Beverly Hills Hann dinglaði á Kelly Hún kom til dyra og hann kysst hann Ég ætlaði að gera það sama Ég veit ekki hvað var að mér á þessum tíma En ég rölti það upp yfir En svo bara, og þetta er eins og ég sagði bara maður á ekki að fara að segja frá svona En ég man svo vel eftir þegar ég var alveg að komin að húsun hennar Þá fattaði ég bara, herðu, hvað gerðist þegar hann var búinn að kissa hana? Af því að það kom bara stafir á þættunum og þáttur var búinn Það var ekkert að fara að gerast alveg hjá mér að kemur bara stafir og bínir og bara Beverly Hills-lægi Þannig að ég labbaði aftur niður og vildi sjá hvað myndi gerast í næsta þætti Og það er líka getað hrindir bara sko Það getur vel verið vandralt hana fyrir blöðarn sko Já, þú dinglaðir ekki Nei, ég sá að mér hérna En var þetta sama og fekk The Love Letter? Það fekk enginn The Love Letter Þetta sama stelparstand? Nei Önnur? Já, hvað, ég bjóð hann í 18 ár Já, ok, bara Við búist að vera að freka tæpur hana Þú bara skotin hitt en stelpa sem gutti eða? Blöð, ég var í Kópavogi í skotbolta Ég var ekki að skrifa ykkur bréf og labbandi allsbyr út alltaf dingla okkur í bjölla Nei, svo er líka hræðilegt eftir ég verið að opna með svona hluti hérna í útvarpinu þá eru bara sögum með vini mínu sem bara herðu, hvað hérna þeir vissu ekkert af þessari hlið þegar voru Var vindsængi líka á Sauðárkróki eða? Dínan já Ekki svindsængin, Dínan Já, Dínan var klófn Herðu, við ætlum að hætta opna með hér eftir smá stund fáið í OHB og Króla og dagskaraliðin var ég að vekja þig Slys geta breytt aðstæðum í líf okkar Það kostar ekkert að kanna þinn rétt Hafðu samband Fulltingi Þinn réttur til bóta Upplifðu Smárabíó Max, Luxus og Laser í Smárabíói með popp og Coca-Cola við höndina. Smárabíó, eins og bíó á að vera. Ertu á rúndinum? Frábært. Ísbúð Vesturbæjar í Skipholti, Hagamel, Grensásvegi, Bæjarlind, Hafnarfirði og Grafarvogi. Ísbúð Vesturbæjar, þar sem að gamli ísinn alltaf glænýr. Stakkar 4 brennslutöflunar á aðeins 5.990 krónur. Sendum frítt út allt land. Sportlíf.is og Sportlíf Glæsibæ. Þið veitir hvernig krónan hefur að lækka verð? Jó, út her í Ármúla.
Hraði, spenna og frábær fótbolti í Inkasso-deildinni í sumar. Komdu á völlin. Inkasso. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keiluvandamál að stríða. Blöð hér á FM 957, við drengirnir þakkum ykkur kella fyrir það. Það er Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Ríkar Guðnason sem er með ykkur þennan föstudaginn. Yes. Steindi í frí og Hann er í bísa núna. Já. Okkur snekkir ber ofan. Ná, nú ekki alveg svo gott en á Hann kann að bísa lifa lífinu. Já, hann er að sletta skýrun þess að dagana, við erum að gefa hann það. Nó til líka. En það styttist í þá Jóa P. og Króla, þeir eru á leiðningað og svo er, sjálfsögðu var ég að vekja þið nýju dagskrárliðin hér réttandi á hotni líka. En það er hins vegar komið að dagskrárliðinu, kortmyndur frekar og Egill, þú sendið mér fyrir í dag að þú ætlaðir að stjórna þessu í dag. Þannig að ég var ekki að semja þetta. Ég hef tekið undanfæri myndur fyrir cash. Já. Ég kom með hugmynd. Ég var ágjörð þessu. Má ég taka kannski myndur frekar í staðinn? Já, Í dag? það Er var ekki? minnsta mál, að letta á mér. En það er ekki trailer eða eitthvað þannig að... Ég hef aldrei verið með trailer fyrir þennan dagskrárlið. Þetta er ekki þinn lið, sko. Nei, ég var ágjörð þessu. Okkur hefur áhyggjur af þessu. Af því að ég ætla að stjórna þessu. Sko, Ríkard, átt af því að fólk auðvitað slökka útvarpið en þú sér dagskvölið, sko. Hvað meinarðu? Bara þegar fólk yngri en 15 ára hlusta. Herri, ég ætla að vona að þetta sé bara... Þetta er bara settlegt. Já, Þetta er gott ekki með það. eitthvað vesinu á Rikka hérna. Herri, bara hendum okkur í þetta. Þetta eru 3 spurningar og þið þurfa að taka þátt. Hætt á Það segir sig sjálft. þessu golfversið núna, Rikki, menn ég með Ég reyndar, já, ég ætla að henda að sjáta þetta á hérna Ólafi. Hún er að keppa úti og ég veit að hún hlustar á þáttinn á herberginu þegar hún er á ferðalöfum, þannig Er það ekki? hún óskar mér alls þess besta. Já, Kvotum með þetta. Ok, kortundur frekar. Þá þann mikla heiður að Ásgeir Kolbeinsson baði þig 5 sinnum í viku. byrja þetta er að sama og allt með daginn. Nei, ég er búin að uppdata þetta. Ha? Ég er búin að uppdata þetta eins. Nú. Slaka þá. Eða, það var kæspurning. Já, en hvað er með þig og hann? Ásgeir Kolbeins baði þig Já. 5 sinnum í viku. Eða 2 heitar nætur í hverju mánuði með Matthew McConaughey. Þú veist að það er allir gagkinnir hérna í þessu stúdíu. Þessar spurningar væru bara virkilega góðar ef að við værum að spila með hinu liðinu. Þá væri þetta alveg eðlilegt. Ok, er ekki á til að taka gott flip og... Já, ég meina fyrir 2 gagkinniða menn þá er báðir valkostinir lélegir, sko. Hefur verið Lélegir? Undir með blöð, sko. Ha? Léleg, betur, ok, Ásgeir Kolbeins er Já, við allir í Íslandi að baða engi betur en hann. Nei, það vita það ekki allir í Íslandi. Það er bara þú greinilega og kærast hann svo einhverju. Já, Það hann er ekkert aðvitað að Ásgeir Kolbeinsson sé góður að baða. Er hann að baða fullorðið fólk? Nei, hann er góður að baða, hann er góður að grilla. Hann er rosalega að grilla, ég gef hann það. Já, hann er Ég var í jafn góður matjánum að baða, daginn, það var ekkert sko. eðlilega Já. gott. Ok, þú smakkaði på stílanstæðin í kolbsteik. Eitt af besta sinni smakka. Geggjusteik, ok. Hugsaðu núna, hann er jafn góður að baða. Hvað veist þú? Hefur hann baðað þig? eða? Hvað veist þú um það? Hættu þessu rugglum. Og hérna, Gera mig geðveikar. eða, sko, þetta er 5 sinnum í viku, svolítið mikið. Já, ég bara Er 2 nætur í mánuði með Matthew. Já, ég meina ok, þá myndi ég taka 2 nætur með Matthew en ég myndi ekki gera sem þú heldur ég var að gera. Ég myndi bara að spjalla við hann og fá okkur bjór og eitthvað. Þetta er topp maður. Richard? Í staðinn fyrir að liggja í baði með Ásgeiri Kolbeins, sko. Með fullir vinningu fyrir hinn Hann mestara. er með svona, hann setur hendina svo inn í svona svart. Hefur hann baðað þig eitthvað? Ha? Ó, það veistu Ég er mikið um ekki þetta. yfirreyslu þetta núna. Nei, okkur veistu svo mikið. Ég Já, sé býttu, hann þennan hefur dagskrárlið. greinilega gert það. Þú veist allt um þetta. Dr. Donut. Ég, af 2 hræðilegum kostum þá yrði ég að þetta er ekki hægt. Svaraðu bara ekki. Já, ég bara tæki þá bað með Ásgeiri Já, Kolbeins. þetta sko. Hann þarf ekki lengur að baða sig. Nei, frábært. Hann bara sest í baðið. Rikki kemur vel baðar næstu vikur. Kortbundur frekar. Spurning 2. Skeina hjöppa einu sinni á 2 mánaða fresti. Ég er ekki átt hana. Bara skeina hjöppa einu svona 2 mánaða fresti. Eða aldrei aftur þunnur. Aldrei eftir þunnur. Já. Aldrei eftir þunnur. Bara léttasta spurning, þetta er léttasta sem ég svaraði í þessum þætti. En þið eru að skeina hjöppa, sko. Hann hallar sér fram og fyrir setja hausinn milli rapparinnar og- Þarf ég að gera það til þess að vera aldrei þunnur? Nei, bara á 2 mánaða fresti fyrir heim til hans og skeinir honum. Já. Það er nýbúin að hægja sér. Já, hvort vil ég það eða vera aldrei aftur þunnur? Hvaða spurning er þetta? Varstu fullur að semja þetta? Guð með góður. Býttu þetta svona auðvelt eða? Auðvelt. Hvort ég vilja frekar skeina Þegar hjálpa að skeina aldrei grown þunnur men. aftur? Aldrei þunnur aftur. Þú veist að hjöpur er að fara að beygja sér niður, Ég myndi verið að hugsa hausinn milli þetta ef lappanna. að spurningin hefði verið hvort myndir frekar skeina hjöppa einu sinna og tekja eitthvað frestið eitthvað eða vera alltaf þunnur. Þunnur, já. Þá myndi ég þurfa að hugsa Þá myndi ég þurfa þetta. að hugsa.
En þetta Aldrei var aftur þunnur. Þetta var lettast í heimi, aldrei þunnur. Rikki tekur skeinuna. Okay. Já, akkurat. En þriðja spurningin. Breyta nafninu inn í Raskat. Veist það? Samt dóttiðin þetta. Hvað meina? Ángríns. Ég sé það liðið í dag. Já, ok. Og breyta nafninu inn Já. í Raskat. Og eða borða aldrei aftur pítsu og nammi aftur. Þú veist, þú annarkvæmt heitir Raskat. Já. Bara. Já, eða ég má aldrei borða pizza og nammi aftur. Já. Ég myndi hætta að borða pítsur og nammi. Veistu hvað það er uppáhaldið, þú veist það? Já, ég get alveg lifa, þá fær maður sér Hvað þarf maður að svindla, fær maður sér burger og svo fær þið bara snakk og eitthvað. Ég myndi ennþá heita RG það með Raskat Óskar Guðnason. Fyrir koms. Þú átt að Rikki pítsusjúklingur, sko? Byrju allar að taka fyrir eitthvað Raskat? Já, ég tek Raskat Óskar Guðnason. Ég get ekki hætta bara pítsur bara það sem eftir sko. Og heita Raskat Ég bara- Óskar Guðnason? Ég bara læt Er ekki lagið með því? Ég læt bara áfram kalla mig RG. Ég vil bara kalla þér RG eða Dr. Donut. Nei, ég skal lofa þig því, ef þú letur breyta nafninu löglega í Raskat, þá er enginn að fara að kalla þig neitt annað, sko. Hvernig er þetta þetta í hug? Hvernig getur þú svarað svona? Þú veist að þú ert í beinni útsendingu. Nei, þú átt að því, hann er Elskar þú pítsur og nammi það mikið? Þú myndir frekar skýra þig Raskat. Ég er ennþá R. Ég er ennþá RG. Hann er hann Ég er á það ekki er góð orð. punktur á honum. Ha? Hann er RG. Jæja, þá Ríkard Óskar Guðnason. ég þakka Agli og Raskati kjallaði fyrir þennan frábæra lið. 15. september í dag. Við erum í dómdrandi gýr. Strákarnir Auðun Blöndal, Ricky G og Egill Einarsson. Dead and Gone, minnst þetta lag alltaf flott. T.I. og Justin Timberlake. Ég var að sjá, ég þarf að grípa fram fyrir ykkur, ég var að sjá rannsókn. Ég var líka að sjá að hérna það eru menn í klefanum að hlusta á þáttinu rétt fyrir leik. Jú, þetta er vel gert, þetta er retweet. Það er vel gert, hvað Já. mestar er það? Ég veit ekki hvað lið þetta er. Uppáhaldsliðið mitt, Já, þeir get ekki tapað þessum leik, það er nokkuð ljóst. En blöð, Já, núna hefur þú margar nætur grátið því í svefn út af hárleysi aldrei grátum í svefn. og En átti erfiða mánuði. mjög erfitt, svafst ekki og Ég svaf alveg. komst ekki niður mat og allt þetta sem þetta ferli sem að hundlega er þetta. Það veit allir sem að hafa mist hárið að það eru hann nokkru mánuði sem eru erfið þegar þú ert að feysa það, sko, en það er enginn að grenja sig í svefn, ég ætla að vona ekki. Býttu eftir þessari rannsókn blöð sem ég var að reyka hérna Já, augun í. ég sá ekki þetta. Ég er á síðu Independent og þar er rannsókn og já, sko, sestu bara. Ég sit. Ok. Það var gerð rannsókn og dömur og það var setna fyrir það bara hérna, myndir og það var spurt út í 3 hlutirunni. Attractiveness, confidence and dominance. Þessi 3 hlutir. Og ég ætla að gera langa sögstu þetta. Sköllóttu menn pökkuðu öllu þessu saman. Það er veisla að heyra. Öllum 3 liðunum. Þau komum best út í öllu flokkum. Ok. Og hérna og þannig Þetta er eiginlega bara svolítið andliti á þér. Sko það er ekkert langt síðan að sköllóttu menn voru ridiculed bara út á götu. Það er ridiculed. Já, þú veist, það var bara, þú veist, þeir voru bara allægi hvert sem þeir fóru og Nú, hvenær var þetta það? er búið að snúast við á mjög stuttum tíma. Hvenær var það aðhlægi fyrir sköllóttu menn að labba út á götu? Núna er bara, sköllóttur er sexy. Er ekki sant sköllóttu búin að vera frekar lengi í Einarsson? Þetta finnst ekki mjög rannsótt til síni það að hitt Já, kynið ég er bara ekki átt að maður hvenær þeir voru aðhlægi. Nei, þeir eru einhvern veginn að horfa í speil og hugsa, akkur er ég ekki með þykkt fallet táur og svo vöðvingin vinnu minn. Hætt að pæli því þegar þú í toppmálum sagði þessari rannsótt sem ég horfa núna. Ég er þetta mjög ánægð með þessa rannsókn. Og sér að sem Larry David segir hérna, Já. anyone can be confident with a full head of hair, but a confident bald man, there's your diamond in the rough. Sem er ykkur besta setning sem ég á æfinni lesi í einni grein. Þannig að, já, hvað, sköllóttu maður með sjálfstöð, það er bara óslípaði demantur. Já, og líka sko, það sem kom líka út að þeim fannst einhvern veginn sköllóttur menn myndi, svo sagt orðrættina, will fare better economically in negotiations. Þegar sko, það er bara betri samningamenn og betri svona bara, lúka frega cash, orðum bara þannig. Þannig að þú ég gætir ekki verið í betri málum akkur núna blóðandi. Það er gott að heyra, en verður þetta til þess að þú snóðaði sköllóttan? Sko, þetta er smá skellur fyrir alla núti sem eru með þykkt fattet hár. Já. Þessi rannsókn, vissulega. Er þetta skellur En fyrir ég þig? velti fyrir mér, sko, fyrir núti, menn sem eru single, eru að lesa þessar rannsóknunar og berjandi nú í mælaborðið á okkur rauðu ljósi. Hver heldur að segja að því? Af hverju ekki bara taka sköfun á þetta? Og ljúið bara, eru ég því miður sköðdóttur? Já, ég verð nú að viðurkenna ef ég gæti satt með hár einmitt sennilega En af hverju, sér þessi Ég rannsókn? finnst faraði betur blöð að vera sköllóttur en með hár. Já, það var líka því að það hefur alltaf verið þungt. Þú varst líka með bollukinnar og varst með allt niður þarna, þú varst
með hár þarna í strákonum hann á sínum tíma, þeim miður. Var ég með bollu kinn? Mér langaði að klípi þér. Mér finnst þetta blöð mjög kynþokkafullur hafa með hár. Please, ekki, hætt. Herru, við skulum bara fara í auglýsingar. Það styttist hér í mundi ég vekja, var ég að vekja þig. Ert þú búinn að tryggja þig sæti í tónlistaráði FM 957? Við viljum hafa þig með í tónlistavalinu. Farðu á fm957.is, smeltu á tónlistaráði FM 957 og komdu þínum skoðunum á framfæri. fm957.is. Danska kráin býður upp á lifandi tónlist öll kvöld vikunar. Sjáumst á dönsku kráni í kvöld. Den danske krå. You look like a nice boy. Samfilm á Warner Brothers kynna. I bet you have a lot of friends. Mögnu spennurhorfingja úr smíðu Stephen King. Stránglega bönnuð innan 16 ára. I'm not supposed to take stuff from strangers. It komin í Sambíó. Vertu eins og heima hjá þér í Evrópu. Nú reiki í Evrópu innifalið í allri farsíma þjónustu Vodafone. Kynntu þér löndin sem ræðir á Vodafone.is. Vodafone. Við tengjum þig. Fallegir skartgripir. Fríða Gullsmiður. Skólavörðustíg 18. Taktu forskot á fríið, við geymum bílinn fyrir þig og skutluður upp á völl þegar þú gistir hjá okkur. Bed and Breakfast Keflavík Airport Hotel fyrir Íslendinga sem ferðast. Enski boltinn á sínum stað helgina og Stöð 2 Sport með besta sætið. Það verða 2 svakalegir leikir í beinni á sunnudag. Chelsea, Arsenal, kl. 12:20 og Manchester United, Everton, strax á eftir kl. 14:50. Tryggðir áskipti sem 1817 og 565.is. Stöð 2 Sport, besta sætið. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. FM 95 blöð hér á FM 957. Ég vil minna á það happy hour í Keiluhöllinni í kvöld eins og alltaf á föstudögum. Það 2 fyrir 1 á öllum drykkjum og svo það sjálfsögðu Super Sunday hjá þeim á sunnudaginn eða þú ætlar að fara að horfa á leikina. Það hvað ekki Chelsea, Arsenal og Manchester United Everton. Jú, það alveg sunnudagur. Og líka hvernig leikir á morgun. Já. Og ekki glemma að Kingsi með vil alltaf á vaktinni. Og oft bera ofan líka, sem er skemmtilegt. Þannig þarna... Ég hef ekki orðið varðið það, en það gaman ef svo er. Það skemmtilegt. Það hins vegar komin tími á dagskrárlið sem heitir Sturlu staðrind eða Hrossaskítur. Yes. Og það keppni á milli Steinda, Rikka og Egils. Þetta kalla kleinurhingi Steinda. Já sko, ég veit ekki hvað... Það kallaði mig frekar Steinda en kleinurhingi. Guðmið góður, sko. Hvernig fannst þér eftir 95 blöð snappið í dag? Bara ég held að Hall og Latti væri komin aftur. Ég sá þig horfa á það og þú hlóst, þannig að þú varst ekki brjálaður. Nú, sástu mig hvað? Vaknaðu síðan eða? Við skulum byrja dagskrálinn, Sturlu staðrindar, Hrossaskítur og eins og alltaf vona ég að fólki sem að hlusta sé að giska líka. Fólk að því. Fyrsta spurning. Í Beijing getur þú keypt lestarmiða með plastflöskum. Það sem sagt endurvinnslukassi sem borgar í lestarmiðum. Þetta Sturlu staðrind eða bjó ég þetta til? Býttu, ha? Getur þú borgað lestarmiða í Beijing með plastflöskum? Já. Er þetta Sturlu staðrind eða Hrossaskítur? Ég ætla að byrja á þér, Rikki G, eða Raskat G eins og við köllum það. Raskat Óskar Guðnason. Þetta var illa hugsað hann. Að borga lestarmiða með flöskum í Beijing. Já. Kínverðarnir eru frekar svona flippaðir. Jú, ég hugsa að sé alveg potið hægt. Þú segir þessi Sturlu staðrind? Já, ég ætla að segja. Egil? Ég minnst þetta svolítið sniðut. Ég ættum að skoða þetta á Íslandi því að þarna bjargar þú svolítið ruslinu. Þú tekur svo sér flöskot og götu. Þú getur borgað í lestina, þá tekur þetta upp. Það hvaða lest átt að taka á Íslandi? Já, þetta getur í strætó til dæmis. Já, það er ekki leðilega í heiminum að fara strætó. Fá skiptið með það fyrir flöskot? Já. Þannig að þetta er 100% rétt. Þú segir þessi rétt og það er rétt hjá okkur báðum. Þetta er Sturlu staðrind. Báðum með punkt, en gaman að því. Þú getur borgað lestarmiða með plastflöskum í Beijing. Mjög sniðugt. Þá er það næsta. Þú getur ekki prumpað hljóðlega ef þú fjarlægir öll rassahóriðin. Þetta er ósækjarspurning til dæmis. Eða bjóði þetta til? Þetta er ósækjart, þegar Ríkharð Óskar Gunnar er með BS gráði í prumpi og öðrum búkljóðum sko. Má ég spyrja, hvernig veist þú það? Því
Þú rekur meira við en einn almenni borgar. Akkur, hvernig veistu, hef ég ekkert maður rekið við fyrir fram að það? Ég skal gefa Rikka það, hann rópa svolítið, en ég hef ekkert orðið varðið eitthvað. Rek aldrei við. Rekur aldrei við? Já, nánast ekki. Það skrítir hendur en. Ef þú fjarlægir semst rassahárin þá rekur við hljóðlega? Nei, ef þú ert ekki með rassahár þá getur þú ekki rekið við hljóðlega. Þetta sturglu staðreyndi að bjóða ég þetta til. Nú hef ég prófað bæði. Hefur þú prófað bæði? Að vera ekki með rassahár og vera... Hvað, fórst í Brasilíst eða? Nei, ekki alveg, bara vít. Vít bara. Ví hvað? Varst það láta blítsa þér? Já, ég bara svona, þú veist. Blítsaður þig? Fannst ég bara frekar loðinn og mér langaði bara að prófa þetta. Og hvað gerður? Gerður þú það bara sjálfur eða? Já. Hvað, stóðstu bara fram að speila að snirta þér? Nei, bara í baðkari. Með rafmagnsrakvél eða skrúð? Nei, bara, þú veist, svona vít, svona háreiðingakrem. Háreiðingakrem á raskatuður? Já. Ég var núna einmann nefn þegar ég hrósa Richard. Ég er ánægð með þetta. Hann bara getur ekki. Nei, hann er að hugsa sig, hann er að snirta sig. Það setti háreiðingakrem á raskatuð á sér. En nú átt þú svarréttin, fyrst að Rikki ættum að vita þetta. Hann hækkar álitið á vöðvingjunum. Hrósaði fyrir þetta, Richard. Það þarf ekki mikið til að hækka álitið á þér. Hérna, hvað segir þú, Egill? Er þetta sturglu staðreynd að bjóða þetta til? Ég segi þetta sig mestu hesta kúkus í æfinni hirt. Já, það er nákvæmlega svarið sem ég er með í huga. Nei, þetta er sturglu staðreynd. Þannig að það er ennþá 1-1. Ég hef prumpað oft hljóðlust. Nú, þú sagði ráðan, nú prumpaðir aldrei. Já, en, þetta er bull. En fyrir hérna, eins og dömundarinn úti sem kannski ekki með þetta mikla vandamál og mikið rassahárum. Ég hef ekki mikið tekið til því að þessu er rekað til við út allt. Nei, allavega þetta samkvæmt sturglum staðreynd. Já. Ekki skjóta að sendibóð. Nei. Kettir drepa sér til gamans. Sturglu staðreynd eða hrossaskítur? Já, svarréttin. Drepa sig til gamans eða? Nei, drepa sér til gamans. Já, þetta er sturglu staðreynd, þetta veit ég. Þetta veitur ekki, segir hann. Veistu þetta, Richard? Að því ég átt ketti og ég hef lært mig til ketti. Hvernig áttu þú kött? Ég hef búin að eiga 2 ketti. Hvað köttur það? Rikki verið á 2 ketti og hann hefur lært sér til ketti. Og hvað getur ykkur á kattabók? Kettir drepa sér oft til gamans. Þeir koma oft með bráðuna bara heim, ger ekkert vinnum bara skilin eftir. Þeir drepa sér til gamans. Ég veist ekki þetta eitthvað kattasérfræðingin við hliðina, sko, en ég eldi bara kattasérfræðingin þannig. Já, við erum að gefa kattasérfræðingin það, þetta er rétt í álum. Rikki hefur bæði, blítsað á sér esið og svo hefur hann lesið sér til ketti. Maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. Rikki fór vel upp í álutum. Hann hefur sett háreiðingakrem á raskatið á sér. Já, það er frábært. Þannig að það var ekki stingandi hann á... Við þurfum ekki að fara nánar út í þetta. Ég held áfram bara. Næsta spurning, ef þú kitlar rottu á hverjum degi, að þá byrjar hún að hlæja þegar hún sér þig. Okay. Nú langar maður að kaupa rottu og eiga gældi, við ekki hana. Er þetta sturglu staðreynd eða er þetta eitthvað sem ég bjóð til? Og Egill, þú átt svarréttin. Ég með svarréttin. Ef ég kitla rottu á hverjum degi, það er hlæja sem sagt. Ég veit ekki hana, rottur er ekki með specialty í The Animal Kingdom, sko. Ég hef ekki lesið mig til þær. En rottur hlæja samt. Hvernig þá? Ef þú kitlar hann hverjum degi, byrjar hann þá að brosa að hlæja þegar hún sér þig. En ég er með það háa greindaðastölu og hún þekki mig því að lappa inn. Það er í svelta fyrir mér, sko. Veistu, ef rotta í búri og ég lappa inn í herbyggi, fyrir hún að hlæra hún þá, þú sér mig. Ég meina, það fyrir eftir hvort þú ert búin að kitla hann ekki. Það er ekki það gáðar, ég sett þér rétt, þetta er líklega hárrétt. Þú segir þessi sturglu staðreynd. Ég ætla að segja þetta sem mest að kjafta í heiminum. Nei, þetta er sturglu staðreynd. Ég er ekkert eðlilega góður í sveg. Þú kemur bara Rikki og træðilegur að hermyndur róttu, hættu því. Bara blítsaða raskatu og þegir. Þetta var eitthvað lélegasta rotta sem ég sé, sko. En þetta er ekki það ég sé að hvetja fólk til þess að fara að veiða rottur, því að þær geta verið með einhverjum viðbjóð. Kýtlar hann undir höndunum, hvað kýtlar hann mest, veistu það? Örgulega maganum bara eitthvað. En það væri viðbjóðslega gaman að prófa þetta. Ég verður að viðurkenna það. Hvað væri líka, þú veist, ekki það rottur séu krútlegar, en hvað væri finnarinn að sjá bara rottu skellir hlæja? Já, það er mikið að rottum í Vesturbænum núna. Það er mikið rottu vandamál í gæsalöpum. Hvað getur fólk ekki prófað þetta? Já, ég bara, ef það er einhver í vesenni með rottur, reyni að veiða þær og kýtla þær og þá byrja þær að hlæja þegar að sjá ykkur. Þá er það síðasta spurningin, er þetta sturglu staðreynd eða hrossaskítur? Tom Cruise hefur átt 3 eiginkonur og skildi við þær allar þegar það voru 33 ára. Katie Holmes, Nicole Kidman, Við erum ekki trivial, sko. Gwyneth Paltrow. Nei, hann var ekki gift við Gwyneth Paltrow. Hún heitir Mimi Rogers, fyrsta konan hans. Allar Detective Richard að svara þessu? Já, ég ætla að segja þetta sem rétt. Ég held að Katie Holmes hafi verið 33 ára þegar þau skildu.
Já, það segi ég bara rétt líka og tek punktinn og þetta auðvitað. Þetta var sturlu staðrind og það sem að meira er. Ég kann ekki það bísu. Nei, það voru endar tóku eftir því, það var engin hrostaskítur í dag. Það var allt sturla staðrindir. Frábært. Það weird to Blondell. En sko Tom Cruise, hann hefur átt 3 eiginkonur, hann hefur skilið þær alla þegar voru 33 ára og talan 3 er vist ein merkasta talan í vísindakirkjunni. Það pirrar hann eitthvað greinlega þegar 33. Ja, þetta er vist einhver sterk tala í vísindakirkjunni sem að, og veist, ég held hérna með fullri vinningur Tom Cruise, ég kíkti á hérna America Made í síðustu viku, hún er geggjuð, en hann þarf að fara að losa sig úr þessari. Og síðan er hérna Top Gun á leiðinni. Já, það er nóg að gera á kallinum. Þetta voru sturlaðar staðreyndir eða hrossaskítur og það var hann Egill Einarsson sem bara sigur úr bútum. Hér, þeir eru rétt og mættir, þeir Króli og Jói P. En fyrst skulum við fá, já, einn myndalegan, þetta er hann Enrique Iglesias. Sabimla Radio. Ekkert eðlilega gott lag var. Þetta er svona heitasta tónlistin í dag, í allavega erlendis, svona latino. Sérna er eitthvað svo flottur, drengur, Enrique. Já. Er hann og Anna Kollner komið ennþá saman, vitið það? Það lítur að vera, maður var búin að frétta að því að veri komið eitthvað vesinn. Það góða punktur. En ég ætla að gefa shout-outina á, ég veit að einn efnilegasti snappar landsins, þegar hlusta á okkur núna, heima með Jökul Kaldan, Hjörvar Há, sem er einn að verða svona vinslægasti snappar landsins. Hjörvar Há, eða svona. Já, hann er með Snapchatið bara hann er vinslægasti snappar í landsins. Hjörvar Há, bara í einu. Hann er fann að leggja þetta fyrir sig og hann er bara einn af svona vinslægasti snöppurunum og nýbyrjaður. Og ég ætla að gefa hann sjálf að standa sér frábærlega og almenningu getur fylgst með honum. Ætla hann að leggja undir sig snappheiminn. Ég með sýnist það og byrja þetta með krafti. Já, ég reyndar með hann á Snapchat og það er rosalega kraftur í honum. Já, byrja þetta krafti. Setti hann ekki líka eitthvað Facebook status á hann? Jú, það var eitthvað flippi á Facebook. Ég reyndi að fara inn í það var búið að taka Lista á horfið. Ég held að Hjörvar sé búin að læra það að setja aldrei aftur hafa Facebookið sitt opið hér í þessu stúdíu og Egill komst í Facebookið hans áðan Þetta er besta face rape sem ég á æfinni séð. Nei, þetta er eitthvað barnalegasta face rape sem ég hef hirt á æfinni minni. Hvað, við leynum einhver fyrir lustendu. Hvað settur á Facebookið hans áðan? Má ég lesa það? Já. Ég ætla að tala svona. Ég er að spá í að breyta hans til helgin og jafnla einum titli. Þetta er versta sem ég hef en þetta var í bóði hans Egils. Þeir eru rétt og mættir hér Króli og Jói P. Talandum heita tónlist, þá eru þeir, örugglega, þeir heitustu í dag. Ég held að öll lögin er að séu inn á topp 10 á Spotify á Íslandi, vinsælustu lögin. Við ætlum að ræða málin við þá hér eftir smástund og fara í dagskrárliðin. Var ég að vekja þig hér eftir örskamstund? Doritos Quesadilla með 3 ostablöndu og aðeins 949 krónur eða boxmáltíð á 1599. Taco Bell. Þarftu endurnýja reiðfatnaðinn? Haustútsalan er byrjuð í Topprætir. Komdu við og kíktu á úrvalið. Við hlökkum til að sjá þig. Topprætir, Ögurhverfi 2, Reykjavík. Síminn Pay er ný greiðslulausn sem gerir þér kleift að borga með símanum. Óháð símafyrirtæki. Þú getur náð í Síminn Pay appið í App Store eða Google Play og appið virkar fyrir öll íslensk debet og kreditkort. Skildu veskið eftir heima og borgaðu með símanum. Síminn Pay. KFC kynnir til sögunar barbecue bacon. Seiðmagnaðan kjúklingaborgara með brakandi stökku baconi og kjúklingabringu sem er böðuð í unaðslegri barbecue sósu. Þessi freisting býður þín í kvöld á KFC. Það er 140 miljóna risapottur í getraununum helgina 1x2 við tippum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Don't be so quick to walk away. I was just thinking of you. Don't be so quick to walk away. We should do something. Don't be so quick to walk away. Like the way you look right now. Don't be so quick to walk away. Come over here, baby.
Þetta Justin Timberlake hér með lagið Rock Your Body en það eru komnir góðir gestir hingað í stúdíóið. Við erum búin að auglýsa þá vel í dag enda, já, tveir heitustu tónlistamenn landsins. Sveið mig þá, það eru þeir Króli og Jói P. Verið velkomnir. Takk fyrir. Takk fyrir það. Hvernig hafið það þennan föstudaginn? Bara mjög góðir. Já, mjög fínir. Mjög nettir. Nóg að gera. Nóg að gera. Hvað hérna, ég ætla bara að byrja að spyrja, hvað eru þið búin að vera að semja tónlist lengi saman? Það byrjar 8 mánuði. Já, við hittumst fyrst 30. desember og hérna... Já, ok, þeir eru ekkert einhver æsku félagar? Alls ekki, sko. Alls ekki. Við hérna, ég hef búin að vinna og það sé sterk og góð núna, sko, þá hérna erum við bara búin að þekkast núna í 8-7 mánuði. 8 mánuði gerist bara bestu plötu of all time. Það er speed á þetta þessu saman. Já, það er ágætis tími. Þetta er önnur platan sem við gerum saman. Já, ok. Og hérna, fyrsta platan kom eftir að við vorum að þekkast í mánuð. En hvernig verður þetta samstarf þá til? Ég er búin að vera að gera tónlistar í smá tíma, sko. Og ég senda á hann á Facebook, bara hann sem gera fínu hluti tónlist og hvort hann var ekki til að hendi demo og við hann var ekki eitthvað fyrst settur á það, einhver pjakkur eitthvað senda á hann og hérna, eftir smá pyrring og tregu þá sætti hann það og ég fer í Garðabæinn og við tökum upp 2 lög og mánuði setna vorum við að gefa plötu og síðan bara var það frábær vinskapur upp eftir það og það rúla. Já, vel gert. Þú ert á Garðabænum, hvaðan erst þú? Ég er Gablari, sko, ég er Hafríkur. Já, ok. Þannig að það er rígur þar í boltanum allavega? Já, ég er ekki í boltanum, en... Þú ert í handbolta, ekki? Ég er í handbolta, já. Já, og efnilegu, þar hef ég heyrt, pappiðinn var nágætur. Já, hann var það. Í stjórninu? Ég er í Haugum. Já, ok. En þú ertu Haugamaður eða F-fangur? Ég er vissilega Haugamaður. Já, ok. Jói, þegar þú varst svona 6-7 ára, þá var vöðvingin heima hjá þér, neitt ískaldan og þú var skottastöðmanni ferskur. Já, það. Það er ekki þóttar. Það var tiny little baby, hlaupadum og þá sat ég í sófórum með skólafélaga minnum, Patta og nokkur skólafélagar að lyfta okkur upp. Já, þú varst náttúrulega pappas í bekk. Já, það var svona bestu vinum í dag. Ég líka toppmann. Það var bara orðin 2 metrar á hæð og svona að gefa út tónlist. Þetta er fljótt að breytast. Hvað, eru þið jafnaldrar eða? Ég er 0 og... Hann er yngri en ég, sko. Já, ok. Árun er yngri en ég. Við erum 16 og 17. Verðum Jói ammali eftir 2 vikur. Verður 17 þá og ég segi ég ammali mánuð til það. Hvað er skólaði félagarnir? Ég er í Flensborg. Ég er í FG. Þannig að þú ert ekki eins og komið bílprófi? Nei, ég er ekki komið bílprófi. Guði minn ámáttur, hann er það alls ekki. Ég fæ alveg að finna fyrir því, sko. Hvernig er að vera í skóla, heitur allt í hennu bara BOOM, eigið vinsælustu lögin á landinu og mæti í skólan. Hvernig er áreitið og hvernig þetta mæti í matsalinn, fólk að benda? Nei, alls ekki. Alls ekki. Ekkert áreiti? Engin lífið er bara eins og það var. Það er þetta góð spurning, finnið engan mun í skólanum? Alls ekki í skólanum, sko. Skólinn er, nei, alls ekki. Þetta er bara mjög næs. Ekki áreiti, hinga til? Nei. Og lítið, sko. Það er bara mjög vel gert. En eins og það er eins og bara að slagga og njóta á þetta. Ég veit að það voru ekki þið tveir. En er þetta bara einhver slangur sem maður þekkir ekki í dag eða var þetta bara gert fyrir lagið eða? Þetta myndaðist bara við lagið, sko. Já, en ef einhver spurði þig áður en til dæmis og gafst út lagið, hvernig ertu? Svaraði þá ég slaggur? Nei, ég gerði það ekki. Okay. En, já, nei. Fólk ofta að kommenta á það og já, þetta kom bara út frá laginu. Já. Þetta er mjög skemmtilegt. Og síðan þurfa að passa ykkur á því strókar, sko. Nú ætla orðnir the shit. Ég baði sérstaklega þetta á hann, ég ætla ekki að gera þetta. Þú þurfum að fara yfir þetta. Nei. Sko, núna orðnir það vinsælir. Nú fer að koma fólk ótað ykkur rugli og reyna að draga ykkur óreglu. Nú þurfum við að sína styrk félagarnir, sko. Það er bara þannig, þegar ég fór á toppinn í Messengers Club Ég fæ alltaf sama kjánarvalli þegar þú talar að fara á toppinn í Messengers Club. Ég hlusta á meira frelsi gær. Það er nákvæmlega, þetta heyrðu þetta sko, það er gott lag. Áreitið er gífurlegt. Þeir fara túr út all land og svona. Mikil óregla sem fylgir þessu. Mikilvægt að halda góðu mataræði og stunda íþróttir. Ég verð að leggja áherslu á þetta. En sko það er svo auðvelt að missa hausinn. Það er svona verið að minna á þetta. Má ég spyrja þig því að þú segir þetta af alla unga tónlistamenn sem koma hérna í spjall. Misti einhver hausinn í Messengers Club þegar þið voru að ferðast á Blönduós og annað eða?
Hvað voru menn bara konið í ruggli þarna í einhverjari skólarútu? Seres náttúrulega ekki smakka bjór á ævi sinni sko. Hann þjálfaði mér fótbolta með hann var að þjálfa þig? Já, hann þjálfaði mér hugum 3,4%. Nei, þetta var áreiti samt blöð. Já. Þú skilur þetta ekki, þú var að túra allt landi sko. Það hvorur okkur að túra allt land. En eru þið að spila út allt núna? Hafið þið farið á Akureyri eða eru þið búin að fara eitthvað út á land og spila? Við erum á leiðin til Akureyri. Við erum á leiðin til Akureyri með Airwaves. Við erum á leiðinni á Egilsstaði. Við erum frá Ísafjörð. Jú, alltaf þetta inn. Já, kúpla saman tónlistinni með boltan. Hvernig verður það? Það er erfitt, sko. Það er lesen. Þetta var ákveð, ok, er ég að hætti boltanum? Ok. En ertu nú hef ég ekki fylgst með handboltaferðlinum, ertu landsliðsmaður, úlíka landsliðsmaður? Nei, ég hef ekki verið landsliðsmaður, ég hef verið í nokkrum úrtökum en aldrei komist alla leið, sko. Ok, en ef þú ættir að velja í dag handboltan eða tónlistina? Ég get eiginlega ekki valið það, sko. Einum að samina þetta, eins vel og... Já, sjálfsög. Hann að gera vel líka dregurinn, sko. Já, en hvernig það, nú þið ekki með aldur til dæmis til að spila á Brygginu, en ég sá ykkur að fara að spila á Brygginu, þurfuð þið þá eins og Aron Kahn bara að fá skrifa bréf frá mömmu eða eitthvað svona? Ef þið myndir byrja það, það er náttúrulega væntanlega myndir þurfa að gera, en við náttúrulega, nei, annars er engin óregla á okkur, við erum báðir, höfum aldrei smakað áfengi og það er vel gert. Erum frekar þægileg, bara það kemur öllu þessu, sko. Ég er ánægður að heyra það. Það gleður mig. Ég ætla að henda þessum snillingum í hraðaspurningar hér eftir smá, þá lærum við betur inn á þessa drengi, en hér er eitt alvöru lag með þessum snillingum, tjekum á þessum. Oh shit. Öxin er smá og við erum ganga. Það held ég þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og þeir eru ennþá hjá okkur hér Jói P. og Króli. Við ætlum að kynnast þeim aðeins svona betur eða nokkra spurningar sem koma kannski ekki upp í venjulegu viðtali og það eru hraðaspurningar en það sem þeir eru tveir drengir þá verður alltaf skiptast bara á að eiga svarréttin en þið svarið samt báðir. Já, ok. Þannig að nú hreinsiði hugan og þegar segja bara fyrsta sem ykkur dettur í hug. Og við byrjum á þér, Jói, þannig að þú svarar og Gróli þú svarar strax á eftir. Já, svo byrjað þú og hann svarar strax á eftir. Ok, vá. Vonandi ekki oflókið, en við reynum á þetta, eru þið ready? Já. Byrjum við 1, 2 og besti matur? Gránagötur. Sushi. Uppáhalds bíómynd? Usual Suspects. Interstellar. Uppáhalds sjónvarpsþættir? Friends. Orange is the New Black. Hvað drekkur þú skemmt þér? Vatn. Lið í ensku? Manjú. Vatn og þetta er bara að taka þetta hérna. Það þarf að klappa í stúdíunum þegar ég held ég get ekki haldið meira upp á okkur. Herru, fallegasta kona heims? Wow. Halle Berry. Mamma og Halle Berry. Skellu fyrir mömmu hína, Króli. Making him look bad. Besta hljómsveit allra tíma? Vá, Extra 6 Rottlandins. Alt J. Hvað sagði þú? Alt J. Hæ? Alt J. Alt J. Já, ok, já, bara, ég er að vera þertur. Mercedes-andinn. Mercedes, nei, það var ekki seint að koma upp. Ykkur í svefuru? Bara nöllum. Engu. Nöllum og engu? Áttu kærustu? Erstu það eitthvað loðið? Já. Hann veist þið. Já, báðir. Eða svona, skrítið í öðrum. Instagram eða Snapchat? Instagram. Hver er þinn helsti ókostur? Tala mikið. Tala lítið. Vegið vel upp á milli. Helsti ókostur? Nei, helsti kostur? Rólur. Ég bara tröstur. Ég veit ekki. Já, fint. Friki Dóri eða Páll Óskar? Vá, þeir kongar. Bara pass, ég veit ekki. Pass, segir hann. Friki Dór. Friki Dór. Hver er besti rappar Íslands? Herra Neðsmjör. Herra Neðsmjör, vel gert. Þetta voru hraðaspurningar hér í FM 95. Já, það kom ímislegt þarna í ljós. Það var grjónagrautur uppáhaldsmaturinn þinn. Það þarf ekki mikið til þess að hendi góða máltíð fyrir þig. Hvað var hjá þér? Já, sushi. Heimagert pappasushi. Já, það er vel gert. Uppáhalds bíómynd Usual Suspects, ég var mjög ánægður með það svar. Og Interstellar, þetta geggjur líka. Uppáhalds sjónvarpsþættir voru Friends og Orange is the New Black. Já. Þið drekkið báðir vatn á djaminu. Haldið með Manchester United. Mamma hans Jóa er fallegasta koni heims að hans mati. Sigrún Össuradóttir, móðir mín er líka fallegasta koni. Reyndar, við bönnum ofta að segja mamma eða konan sín, sko. Ég geði séns.
Besta hljómsveit allra tíma var XXX, já þér? Já, hún ólst upp í hana. Þetta ég standa á mínum. En hvaða hljómsveit varst þú að tala um? Þetta heita Alt Jade, bara frábær hljómsveit. Geðveik, hefur gett Breezeblock-slagið? Nei. Ég ætla ekki að rölda, geðveik. Ég þarf að tjekka á þessu eftir. Já. Þið báðu kæristu. Fílaði Instagram minni Snapchat og ykkar helsti kostur hvað strólur og tröstur, helsti ókostur hvað tala lítið og hvað tala mikið sem var skemmtilegt. Svo var það Frikki og Palli og besti rappari Íslands sögðu báðir herra Netusmjör, þetta að vera ánægður að heyra það. En hvað að því að nú með svona rapp, þetta nú rappsennan orðin það stóru á Íslandi, hvað gerir til dæmis herra Netusmjör að besta rappari Íslands eitthvað mati? Ekki það við séum þannig, það er bara attitúdið hans, það er svo ógeðslega, hann er bara þess að hann sé konungsborinn, sko. Það er náttúrulega bara, og flutan það er náttúrulega bara bestur rýmur ever, hann er fáránlega með geðugarödd, sko. Já. Eitt eðla snöggur, en edru líka í dag, sem bara er, og hann er samt, ég ætla að koma smá, kannski illa síðan punkt, en margir listamenn sem hafa verið, orðið edru og orðið sem bara eitthvað svona mist einhver svona þess að síru sköpun skilurinn, hann bara miklu betri edru, hann bara eitthvað fái, sko. Já, þannig að það ekkert að há honum? Nei, en hann er bara bestur, hann er bara kongurinn, sko. Vel gert, svona í lokin, hvað er framöndan hjá ykkur drengjónum? Bara spila hér og þar. Já, hvernig að spila í kvöld? Já. Björkvöld og Bæjabíó klukkan 8. Já, Úlur. Andra köpum við með á tónleika Úlur. Þeir voru að koma úr tónlistaferðalagi frá Rússlandi og Úkraínu og eitthvað, og þeir eru að fara að segja sögur og sitjandi pollarólegum tónleikum, sko. Geggjað. Við bara óskum ykkur allsins besta, hrigalega gaman að fá okkur í heimsókn. Og bara haldið áfram að rokka drengir og ekki byrja að drekka, ég rána. Í dagljósið hjálpar þér að vakna. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Komdu við í lúin okkar við Miklubraut, á móti Kringlunni. Dirty Burger and Ribs. Ekki henda dótinu þínu, endurnýtum. Pantaðu bás í kólaportinu. Lifandi markaður í miðbænum. Það er 140 miljóna risapottur í getrununum helgina. 1x2 við tippum. Happy Hour, milli klukkan 3 og 8 alla daga, 14 tegundir á krana. Hverfisbarinn, Hverfisgötu 20. Við hugsum vel náttúruna. 1 skúbb í einu. Skúbb ískerð, Laugarásvegi 1. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Hárrétt sem að þessum aðeins sagði, það er Keiluhöllin sem færir ykkur FM 95 Blö, og eins og kom inn á hana þá er að sjálfsögðu Happy Hour þar í kvöld að gera föstudagskvöld, henda sér í keilu og hafa gaman að þessu. Heitt margt vera. Já, það er endur eitt af skemmtilegast sem ég ger, það er að fara í keilu. En við þökkum þeim Jóa P. og Króla kjalla fyrir komuna. Tveir, ungi menn hérna með höfuð skrúa rétt á. Já, þetta er eins og staðan er núna með allt á hreinu. Já, og ég trúi að þið er haldið þannig. Já, það vonum við og ég er bara fulla trú á því. En það er hins vegar komin tími á dagskrárliðin núna sem er nýra nálinni. Við byrjum með hann á dagskrárliði í síðustu viku. Hann heitir Varja vekja þig og hann lýsir sig þannig að ég fór fyrir rúmri viku síðan klukkan 2 á nóttu til og var hérna frá 2 til 3 niður í vinnu að hringja í fólk á virkum degi og spyrja bara hvað þau væri að gera. Ég talaði bara við þau svona eins og klukkan væri ekki orðin svona margt. Og ég held að eitthvað er dáið þegar ég sá Auðiblu á símanum hjá mér. Ég finna ég líka sko að það er mjög gaman, það voru margir sem svöruð, það voru líka margir sem svöruð ekki, og til dæmis er ég með SMS frá Jóa Ásbjörns sem var með mér í 70 mínútum, Jói sem var í Idolinu, og það hann sendi mér, ég vaknaði klukkan 7:30, var hann búinn að senda mér SMS daginn eftir þetta, og hann bara 02:30, varst á skúter, ég er 3 barna faðir í Kópavogi sko. Þannig að hann var ekki að skilja okkur, ég var að ringi í sig klukkan 2:30 á virkundegi. Flesti með síman og sæl, þannig að erfitt að ná í menn svona sent sko. Já, en sem betur verið voru ekki allir með síman og sæl, og ég spilaði Mömmu og Rikka G í síðustu viku, og nú ætla ég að leyfa ykkur að heyra 2 menn sem að fréttu ekki af þessum nýja liðmínum fyrir en eftir á. Og það eru þeir Egill og Steindi sem eru alltaf með mér hérna í þættinum, og það er mjög gaman að heyra munin á hvernig þeir svara mér í síman þegar ég hringi þá klukkan 2:30 á nóttu til. Skulum fyrst heyra hvernig Egill
tók þessu símtali þegar ég hringdi í hann og þarna var Egill að vakna, tekum hans á þessu. Halló? Jó. Egill? Egill? Já. Sælun? Hvað klukkan? Hæ? Hvað klukkan? Hún 2. Ég þarf að vakna 6:30. Hvað er ég? Varstu sofandi? Þetta er neðatilvík, það? Varstu sofandi? Þetta er neðatilvík. Já. Ég veit sem að vesinni. Ok, hvað? Hvenær ætlaðu þú að mæta á morgun í útvarpið? Egill. Já, svona var símtalið Egill, það var ekki langt. Þetta átti ég bara að gera. Akkur skellti maður ekki bara á strax? Ég veit það ekki. En það heyrist líka að þú ert nývagnaður, sko. Já, þetta var... Þú spurði tvist að þetta neyðatilvik og svo skelltur á. Það er frábært að hringja þig. Ef þetta hefði verið neyðatilvik, það er staðið upp. Já. Þetta var ekki neyðatilvik. En þú fattar að þetta var ekki neyðatilvik þegar ég spurði þig hvernig þú ætlar að mæta morgun. Já, vissi að þetta var eitthvað horse money. Þarna heyrðum við Egill og það er mjög fyndið. Þetta bara lýsir hvað þeir eru ólíkir, Steind og Egill. Nú skulum við að heyra þegar ég hringdi í Steinda og vakti hann. Það er aðeins öðru í þessi síndal. Steindi? Já. Sælun? Hvað sagðir? Hvað segir? Hæ? Hvað segir? Ég er góður eins og þér. Í það? Ertu það? Í það? Það var fram? Hæ? Það var fram, býðu? Hvað er í gangi? Hvað varstu að fara fram? Hvar varstu? Hæ? Varstu að fara fram? Hvar varstu? Hvar var ég? Já. Var sofandi? Já, varstu fann að sofa? Já. Hæ? Klukkan er 2. Já, ég er bara einnig heima. Hæ? Ég sagði ég er bara heima. Hvað ertu á okkur fyllir það? Nei, ég er ekki alveg fyllir í. Hæ? Nei, ég var nú með því klukkan 10:30 í kvöld. Hvað, hérst þið að bara vera heima og bendir einn? Nei. Og hvað er það að gera? Hvað er málið? Ég ætlaði bara að heyra það að segja. Hvað hvernig ætlaðu þú mæta niður vinna á morgun? Hvernig ætlaðu að mæta morgun? Já. Nei, hvað er það að gera? Hvað er þetta að hengja mig? Hvað segir það? Gerðu ykkur það? Nei, ég ætlaði bara að tjekka. Var það ekkert merkilegt það? Ég ætlaði bara að tjekka hans aðra. Hvað meinar það? Hættu þessu? Nei, hvernig ætlaðu að mæta morgun? Hvað meinar það? Ég er bara 10 eða eitthvað? Ok, cool. Ég ætlaði bara að tjekka hvernig þú ætlaði að mæta í vinnun og sjá hvort við erum á sama tíma. Hættu þessu, hvað er málið? Er það í gangi það? Nei. Er eitthvað vesena? Það er ekki þess. Kláraði bara rétturinn og halda fram og svo. Býttu, varstu þess að vakna og fæði bara beint át á Svalir og færði sígarettu? Ég held bara að það var eitthvað Ég skil ekki neitt eins og ennþá hvað er að gera þetta. Hvað er í gangi hérna? Ég er búin að missa vitið það. Ég segi þér á morgun eða jafnvel á eftir bara hvað er í gangi. Ekki eftir, ég segi þér á morgun. Á eftir? Hvað er það að ringja eftir? Nei, ég er nýri vinnu. Hvað, ertu heima hérna bara, ertu að horfa á vídeo? Nei, ég er nýri vinnu. Hæ? Ég er nýri vinnu, ég er að taka þetta upp fyrir útvarpsþáttinn okkar. Ég er að ringja fullt af liði. Æ, maður, heyrðu það á morgun. Heyrðu það á morgun. Það er á morgun. Nei.
Þetta var sem sagt munurinn á Steinda og Agli. Egill skellti á eftir 1 mínútu. Hann fór fram. Hann fór fram, kveikti sér í sígaret og fór út á Svalir að reykja. Fór út á Svalir í sík og bara í nærbuksunum. Að spyrja hvort það verði ekki allt í góðu. Það er enda vel gert. Það er gott að geta hringt í Steinda ef maður lendir í vandræðum að lætunar. Það er hárrétt. Í næstu viku þá ætla ég að spila stórkostlegt símtal og þá var einstaklingur sem ég þekki ekki neitt sem var ekkert allt og hress þegar ég hringdi frá Kapasend að spyrja hann hvort þið væri hvernig interneti, hvort það væri hratt hjá þeim í hverfinu. Þið heyrið það í næstu viku ásamt í að við vöktum líka Simma Will sem var mjög gott því að hann var hann var í Þýskalandi að spila golf en þetta voru þeir Steindi og Egill og þetta voru mjög ólík símtöl. Lagið heitir Friends og þeir að hlusta hér á FM 95 Blue og það er komin tími á dagskráliðin spurningakeppni Vöfðingjans. Rétt hjá Blondale. Og það er King of the Bedroom. Sem að ræðinni pínu. Nei, þetta er frekar sætlet í dag. Já, keep it simple. Þú er aldrei mætt Richard í King of the Bedroom. Hvenær var þetta? Fyrir 1 ári síðan eða eitthvað? Ég man ekki svona eftir þessu. Mjög langt síðan. Var þetta ekki eitthvað viðbýður? Þeir eru bara verið 20 ár félagarnir í The Radio. En hvað er að vera King of the Bedroom? Bara að vera romantískur í svefnherbygginu það? Já, þú er hitt naglan á höfuð þarna, Richard. Og er þetta keppni sem maður vil vinna? Auðvitað. Viltu ekki vera King of the Bedroom eða? Jú, alltaf. Viltu vera Loser of the Bedroom eða? Nei, alls ekki. Myndur þú kalla þig King of the Bedroom, Riki? Já, við skulum bara sjá til hvaða spurningakeppni segir. Það er góða punktur. Ég held að Riki sé metnaðarfullur í the sack, myndi ég alltaf. Ég ætla að tippa það. Ég var hugsað upp átt. Ég var lausu og ég var lausu. Allavega Egill heldur að Riki sé metnaðarfullur in the sack. Það er gaman að heyra. Sko byrjum þetta bara. Sefurðu stundum nakin? Já. Ekki nærbuxum? Nei, það kemur fyrir. Það er að sofa nakin væntanlega að vera ekki í nærbuxum. Já, þannig að þú ferð úr nærbuxunum og sefur bara á bossanum stundum. Já. Ok. Ég er reyndar viðurkenna það að ég sef oftast á stöðbuxum en það kemur fyrir ég sef nakin. Já. Ætti nærbuxum innandu stöðbuxunum eða? Nei. Ég sef yfirleitt nakin. Ert þú í svona köflóttum síðum svona ullar náttfötum ekki? Ha? Bara þið ert ekki á bossanum? Nei, býta út af hverju Ég sé þið bara fyrir mér einhvern veginn í svona köflóttum. Þú sérð ótrúlega margt fyrir hvað var það mig. Ég er að spurja bara. Já, það er að æsa sig. Áttu svona síðar mjúkar svona bómullar? Nei. Ok. Ég er enda að sé það líka. Já, ok. Eða ekki? Já. Allan eitt. Sástu mig eitthvað í síðum bómullar eitthvað svoleiðis eða? Nei. Það er eitt. Hefur þið farið í hlutverkaleik? Akkur kom þetta mér ekki ávart? Akkur best að Riki svarið þessu bara fyrst? Akkur kom þetta mér ekki ávart? Þetta var ekki beint sjokkers að þessi spurninga hefði komið. Nei, en það basic spurning í King of the Bedroom. Já, jú, ég hef gert það. Hvað var það aftur sérna? Þú veist alveg hvað það var? Refresh my memory aðeins. Já, ég bara mætti heim eitt kvöldi bara jakkafötum með tösku og sem fasteignarsali. Fasteignarsali? Ég hef aldrei tekið fasteignarsali. Aldrei verið lögga eða slökkviliðsmaður? Nei, ég veist að þetta er ég myndi alltaf viðurkenna. Þú var drullar í þessa veislu? Já. Ertu í þetta kvöld? Ég er góður. Ertu smiður eða eitthvað? Gera í vaskin eitthvað? Þetta sé blöð sem smið, svona sköllóttur smiður með hamar. Herru, það er bara næsta spurninga, 2-1 Rikka. Maður sjá, næsta spurning. Heyrist aðeins í þér þegar þú ert í ástarleik? Já, veist. Það heyrist aðeins. Já, annað væri skrítið. Hvað, eins og þetta sé bara 2 snákar eða? Og þetta heyrist aðeins í mér. Ríkard? Já, væntanlega. Eru læti þér ekki það? Það er ekkert læti í mér. Það spurðu, heyrist aðeins í þér? En það er ekki að samúður með læti. Nei, ég var að spyrja hvort það væri læti í þér. Nei, það er ekkert læti í mér. Nei, það heyrist vel í þér. Það heyrist ekkert vel. Þú spurður, heyrist aðeins í þér? Já, það er svarið. En hefur einhvern tímann tekið ekki, hefur þau verið að lýsa hvað er að gerast í rúminu? Það er Eiríkur Jónsson og Jón Ársæll þetta bara Nei, af því að þú nú ert að lýsa enska boltanum og svona. Hefur aldrei tekið tannhlutverkaleik? Rikki er á leiðinu hérna uppi. Nei, ég er bara ferskur sko.
bara mjög ferskur. Hann komin í stöðu, þetta gæti enda Nú segjum svo blöð, bara næsta spurning. Sjáður öskrandi skrækata þegar hann á hámarkjarnu. Það var í veistlaf maður. Ok, hefurðu kysst kallkynvinnin upp í rúmi í góða áfengisflippi? Við kysst kallkynsvinnin í áfengisflippi? Hvernig þá? Bara í ykkur góðu flippi? Nei. Upp í rúmi eitthvað með vinninum? Nei, ekki upp í rúmi, en ég er náttúrulega að fara í sleiku sett, en það var áskorun. Voru ekki upp í rúmi? Nei, við vorum ekki upp í rúmi í flippi, konir í glas, sko. Ok. Ég held að sé að eina sem við sveppiðum eftir að gera saman, svo ég með það. Hefurðu dansað æsandi strípidans inn í svefnherberginu? Riki? Guð mig góður. Ok. Hann engist í sætunni. Ég sé bara nú þetta að vera mynda á linni. Blöð hringdi í mig á þriðjudaginn. Getur þú græja Steinda á föstudaginn í þættinum? Og ég hugsaði, já, getur verið gaman. Stundum er gott að geta að fara tilbaka. En, jú, ég hef gert það. Hvaða lag var undir? Það bara mann ég ekki. Hvernig dans? Hvernig dans? Hann var að segja það. Já, eggjandi dans. Eggjandi? Hvað? Hvernig var þetta spurningin? Eggjandi dans? Hver talar svona? Þetta er eitthvað sem amma myndi segja. En þú hefði þess að þetta var til þess að koma konunni í gýrin, eða ekki? Þetta var bara smá flip. Já, ok. En mannst ekki hvaða lag var og hvernig varst að dansa? Hvernig dansaðu til að koma í Ég man alveg hvaða lag var, það er bara skiptir einhver máli. Já, hvað er með það? Hvaða lag var? Roxette, Must Have Been Love. Hvernig dansa maður við Roxette, Must Have Been Love? Sko það er fyrir It must have been love. Og varst það að vanga við sjálfa það? But it's over now. Ertu þá að strjúkaði kviðin og eitthvað? Nei, já, bara standlampin í herbyggi. Standlampi? Býtu, varst það bara eins og verið að strippa? Nei, ég var ekki að strippa. Ég var, þú veist, getur við farið í næstu spurning? Ég gæfi $1 billion fyrir að sjá vídeo á þessu atriði. Ég ángríns, ég myndi færa góða suma. En hann er allavega honest. Já, þetta er... En Blöð, þú tekið svona eitthvað nettan dans. Smá svona nokkuð spór. Jú, þetta er punktur að báða. Já, getur við ekki söguna því þá? Nei, það er næsta spurning. Já, ok. Ég skal gefa það var alltaf ekki Must Have Been Love. Það var hattur og hanskið þarna. Það verið Jackson. Ég verið gæla, farið með Blöð. Ég myndi segja Jackson núna. Frábært. Ok, hefur verið að fara að eiga æsandi kvöldstund en ákveðin líkaspartur svikið þig? Jú, það er það er ekki alltaf ekki að opna sig. Ég sagði ykkur hérna daginn kannski ástæðan fyrir að setja þetta á nefn. Mista þeirri vistu. Ég held að maður þarf ekki að skamma sig fyrir það. Ég held að hann komið fyrir flesta kallmenn nema Frikka Dór. Hann sagði þetta eitthvað, það er ekki komið fyrir hann. Richie. Það er senn lóðfælasta tilfinning sem þú getur lent í. Já, nei, ekki að ég mun eftir því. Býtu, hvað ertu bara dansandi, öskrandi og alltaf? Nei, ég man ekki eftir því allavega að það hefði gerst. En býtu, fæ ég punktir í það? Þú ert ekki king of the bedroom ef það er? Já, ég er ánægð með þetta, 4-4. Ok. Þetta er mjög spennandi okkur félagunum. Hefur látið beislaði niður í rólu í flippuðum ástarleik? Hvað er? Hefur ekki séð þetta á rólu sem og bara full respekt á þau sem er í því, en það er einhvern veginn ekki komið til tals þegar ég er annars vegar. Nei, Kristján Grey, það hefur ekki gerst fyrir mig. Ég reyndar ekki, þú verður góð með rólu. Nú er það? Já, ég heldur ekki að gækja þér í henni. Það þurfti nokkuð helviti góðan bit upp í loftið. Já, keyrði bara svona 2-3 ekstra svona, krókað upp hann í loftið þar. Já, ég var að segja það, þú ert ekki að koma með brandarann aftur, sko. Ég var búin að segja hann, sko. Það er gæfi fyrir að sjá Richie í rólunni. Hvað er þetta jafntefnilega? Þetta er ekki búið, slaka á. Það er 4-4, þetta er stannætti. Þau hvoru við farið í róluna, svona spes. Hefur verið einn heima, home alone, og upp í rúmi og kíkt inn á svona alls konar síður fyrir fullorðna. Já, það hefur alveg gerst. Hvað er þetta? Þú hefur gert það, Richie. Já, Öddi sagði líka já, sko.
Maður spyrja einur ekki. Nei, þú mátt ekki gera það, en þú gerir það væntanlega. Hver er þetta að leita að þinn á svona síðan? Er þetta ekki búið? Jó, segjum það bara. Þetta er 5 og loka spurningin, slakað á. Ok, ég hef bara mistið óþægilegt. Hefur þetta óþægilegt? Hefur sagt til konuna að þú ætlar að skella þér fram í stofu að kíkja þess á gólfi í rólegheitunum. Álag, lag, Rikki vann þetta fyrir lag. Vertu með okkur í að velja tónlistina á FM 957. Skráðu þig í tónlistaráð FM 957. Það tekur ekki nema örfáa sekúndur inn á fm957.is. Komdu á völlin og fylgstu með Inkasso-deildinni í sumar. Fótbolti í fyrstu deild. Inkasso. Bragðlaugarnir dansa af gleði. Serrano, Fresh, Happy, Max. Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró. Ladies ready? Swell. Frábær spennutrillir af hafsbotni. Oh my god. Engin leið út, engin leið upp. 47 meters down. Komin í Smárabíó og Háskólabíó. Er ekki svolítið langt síðan við höfum séð þig? Komdu og sjáðu litina og alla möguleikana. Við erum í Dugguvogi, Borgatúni, Dalshrauni í Hafnarfirði og Gleráreyrum á Akureyri. Slippfélagið Málingaverksmiðja. Við finnum út úr þessu. Nú eru kjúlladagar á Safran. Hlaðinn diskur af hollustu, einstöku bragði og ískaldur toppur á aðeins 1490 krónur. Safran. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Þið eru að hlusta á FM 957, það er föstudagurinn 15. september. Fólk er í gír, fólk er bara að skella sér út. Léttir á því. Guð mig góður. Má ég kenna Léttir á því. Ef þú ætlar ekkert að komast að vera svona solo DJ í útvarpinu á mér. Þetta er alltaf fín kynning að mér. Já, talar aldrei ofan í söng og leifir lægin að klárast ef það er söngur. Ef það kemur bara undirspil í lokin, þá máttu tala. Hans yfir, Nei, það er ekki pro. Já, ég er búin að vera þetta í 6 ár og oft gert það. Fín kynning að mér. Já, mjög góð. Það held ég. Það held ég, kæru hlustendur. Það er búin að Rikka. Það er Rikki ákvað að henda í augljósa staðrendir þar sem að Steindir í frí. Já, þetta er svona einn af mínum skemmtilegustu dagskráliðum í FM 95 Blue þegar Steindir með augljósar. Þú hlærð að það er raskat. Mér finnst það ógeðslega fyndnar. Þannig að þú vildir ekki að við myndum sleppa þeim í dag? Alls ekki, en þetta er svolítið öðruvísi að vera með það sjálfur en ég held að þið eftir að hlæja okkur raskatið. Má ég teasa eitt, Blö? Og Rikki, má ég fá stuðlag á eftir? Já, ég veit ekki mennta einu stuðlag. Það er minnsta málið. Einna sem ég vil útskýra betur eftir. Takk. Ok, ekkert mál. En ertu þá eins og Steindi? Ertu með 4 spurningar og eina... Þetta kallar Steindi, hann heitir Ríkard. Nei, ekki eins og Steindi. Skafður eyrunum að þér. Ertu með 4 staðrendir og eina spurningu? Já, ég er með 4 mjög svo augljósa staðrendir og eina spurningu og ég þarf náttúrulega að vera svo Steindi. Ég þarf að fá bettan og hækka vel í honum. Já, Mr. Selfridge. Já, ég þarf að fá hann vel upp. Það þarf að vera alveg kerrið upp. Já, hann er þetta. Ok. Fyrsta augljósa staðurinn dagsins. Já. Vatn er blautt. Akkur það lækka niður í pettanum. Þessi var ekki góð, Sig. Hvað? Ha? Þessi var ekki góð. Var þess ekki góð? Nei, áfram með þetta. Áfram gakk. Önnur augljósa staðurinn dagsins. Ljósastaurar geta ekki gefið 5. Hérna, þú veist, þeir eru ekki með hendur. Þú veist, ljósastöður, þú veist, þeir geta ekki gefið 5. Hvað kjafta er í gangi hérna? Hvað? Þú veist, akkur er þetta alltaf lækki í beddan? Settu beddan upp. Ha? Þú lækkar aldrei í beddanum hjá Steinda. Nei. Hvað er eitthvað awkward silence hérna? Þú veist, ég veit hvað er Nei, áfram gakk. Ok. Áfram gakk. Næsta mál. Hérna, númer 3. Það er léttara að fara út að hlaupa með hund en ísbjörn. Akkur lækkur aftur í bedd. Akkur er þetta? Nei, veist ég nefnir ekki. Ég er okkur veist að Blöðs ekki að leika sér að lækka í beddanum. Nei, ég rakst í þetta. Rakst í þetta? Þessi var nokkuð góð þér. Hvað var þetta? Hæ?
Hvað sagðirðu? Það verið lettir að fara að hlaupa með hund en ísbjörn? Þessi er fín. Já, þessi var bara drullugóð. Þessi var góð. Ok, hérna, herru, 4. Það á ekki að þvó börn í uppþvottavélum. Já. Herru, förum bara í lag. Ég með... Varstu ekki að finna þessum dagskurði? En málið hann var ekki að finna sig. Ég með eina spurningu, ég ætla bara að sleppa Nei, en byrju hérna Egil. Ég nú ekki vanur að hlæja sem dagskurði. Akkur hlóst þú ekki að reyka? Fannst þér ekki nógu góður? Það er alltaf eins og svín þegar Steindi með. Já, minnst hann bara betri í þessu. Steindi betri í þessu. Fannst þér ekki nógu góður að reyka það? Það getur bætt í þessu. Já, en hérna er það getur tekið gaggrinni, svo allir aðrir. Spurningin er, og Öddi voru að horfa í augun á mér. Já, ég er að horfa í augun á mér. Er það að horfa í augun á mér? Já. Öddi, hver er munurinn á pappa þínum og jólunum? Ég veit það ekki. Farið bara í lag, ég er Stífan að svitna sko, ég nennus ekki. Farið í lag. Farið bara í lag, ég nennus ekki. Farið bara í lag. Nei, þetta er bara þetta tók sem ég lendi á. Farið bara í lag. Bara sveittur einna sko. Farið í lag. Ángríns, farið í lag. Pappi, hérna, ég veit ekki. Hver er munurinn? Farið bara í lag, ég nennus ekki. Ángríns, þetta er bara eitthvað tjók. Viltu ekki klára þetta? Nei, ég ætla ekki að klára þetta. En hvað var svarið? Farðu bara í lag. Það er komið. Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ert hér með allt sem ég þarf. Ekkert bíða sem er hér og þar, ey. Segðu mér að ég sé þinn og segðu mér að ég sé inn, ey. Ég vil það, já. Segðu mér að ég sé þinn, ekki vera feimin, ey. Ég vil það. Ég drygg andan og ég held á stað. Represent og tegru tekju sama hvað. Með bretti gundi fótum alveg að njóta. Ég klíns upp og ekki fæ mér ekki í glas. Slagur og góður róli, góður fjölskap. Ég skapa listi, gerir sitt, ég kann það. Ég lifa með að vinna, ekki nýtis þess að lifa. Ég ekki slaka motherfucker, bara baby það er sumar. Og röfjan verið mig, ekkert sem að stoppa mig. Tækir fyrir hér og þar, gott þess að blassa við. Gott þess að blassa við. Ég er slagur að njóta og lifa. Fagur dagur, já góður, ég finn það. Ég er slagur að njóta og lifa. Fagur dagur, já góður, ég finn það. Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ert hér með allt sem ég þarf. Ekkert bíða sem er hér og þar. Lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ert hér með allt sem ég þarf. Ekkert bíða sem er hér og þar, ey. Segðu mér að ég sé þinn og segðu mér að ég sé inn, ey. Ég vil það, já. Þetta eru, já, Keis og Jói P. Jói P var einmitt í spjalli hér áðan ásamt Króla og lagið Ég vil það. En já, það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blö. Búin að vera með ykkur sem 4 í dag. Reyndar alltaf Egil enda þetta okkur í stuðlagi. En ég ætla bara að byrja að spyrja ykkur drengi, hvernig er helgin, Rikki? Hvernig er helgin á Rikkanum? Hún er svona bara í rólegri kantinum. Það er farin að út að borða á eftir og bara njóta og lifa og svo bara heim í slökun. Heim í gósi. BMWF meistaramóti í golfi og hérna. Var það ekki daginn? Nei, Blöð vann það. Það var bensmóti. Þetta eru kylfingar og pjekjandurnum. Hann er 12 miljonar bens, ekki BMWF. Maður fylgist eitthvað með því og hérna svo bara rólega hitta á morgun. Þetta er svona eina af fáum helgum sem ég fæ bara eiginlega frí. Já, ok. Heldur þú hendur í, fasteignasalan? Þessi var alls ekki fyrir sjánlegur. Nei, ég gera það ekki. Ef þú hendur í fasteignasalan, videotape it. Nei, ég elska að horfa á þetta. Gera það alls ekki. Já, ég slaki ekki kannski 1-2 kannski á eftir. Morgun er bara að kíka Paul. Já, Paul í höllinni. Já, ég ætla að kíkja inn í það líka. Kollega minn. Og eftir það er bara að rúla jafnvel upp á Gullöld. Það er lokahóf hjá Kórdrengjum sem var dett út úr 4. deildinni. Það er Gísli Pálmi og Tæni okkur veisla þar. Þannig að það er nóga í gangi. Það er nóga í gangi um helgin. Svo langar mér að taka svona smá hérna í sambandi Pepsi-deildina. Það svaða leikur á sunnudaginn. Alvöru. Í flóðljósunum á Hlíðarenda Blöð mikill valsari.
og ég er enda líka. En þar Valur og Fjölnir þar sem að Valur getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilin og þá að fylla völlin. Ég vona að Fjölnir pakki því saman. Nú, akkur. Hvað veistu, frekar að Stjarnan að það var Íslandsmeistari? Nei, bara haldur þess að keep it alive. Kláta strax, það 15. september. Ég veit að Blöð vill það ekki. Nei, við viljum ekki sjá það. Við viljum spenna í þessu. Blöð titláður. Það er titláður. Það er eins og að komið að lokinu fyrir okkur í dag. Stöðulag. Við þökkum Rikka, við endbýttu, ég ætla að kveðja fyrst hérna. Við þökkum Rikka að kella fyrir aðstofna Rikki, alltaf gaman að vera með þér. Takk að þér. Vonandi voru við ekkert of vondið við þig. Nei, þetta slapp. Steindi verður komin hér næsta föstudag og þá verður upprunalegt line-up en Egill ákveður ætla að enda sér. Stöðlagi. Ég hef ekki stöðlagi svona hálft ár. Og þetta lag sem hefur spilað einu sinni fyrir þjóðina og það var á þjóðatíð, loka lagið hjá Muscleboy og King Ólegir og þarna var ég með glæsilegan trompet á sviðinu fyrir eitthvað sem var þjóðatíð, munir líklega eftir þessu. Enginn hefur heyrt þetta aftur, þetta var það gott remix að við verðum að spila þetta og kveðja á King Ólegir í leiðinni. Já, við ætlum að enda þetta þjóðatíðlagi hérna í september en þetta er stuðlað frá Gilsaron. Takk æðislega fyrir hlustunni í dag og við heyrumst næsta föstudag. Smáratífóli á föstudaginn ásamt 10 vinum eða vinnufélögum. FM 957 býður þér í frábæra skemmtun í Smáratífóli alla föstudaga. Skráðu þig til leiks inn á fm957.is og þú getur verið á leiðinni frítt í sleggjuna, púl, sjötibíó, dansball og fleira og auðvitað skóla meður ísköldum bóla meðan á skemmtuninni stendur. Fylgstu svo með á FM 957. Við drögum út í hverri viku. FM 957 og Smáratífóli. Upplifðu Smárabíó Max, Luxus og Laser í Smárabíói með Popp og Coca-Cola við höndina. Smárabíó, eins og bíó á að vera. Árið 822 brugguðu írskir munkar bjór. Íslandingar hins var lögleiti ekki bjórinn fyrir árið 1989. Stundum gerast góðir hlutir seint. Happy hour frá 11 til 1 kvöldin. Public House, Gastropub, Laugavegi. Ég ætla að fá öll þessi pör að taka skómblæsaðan Chelsea-búningin og smettu legglíu með. Að sjálfsögðu, Jói útherji, Ármúla. Lykill að farsælum viðskiptum. Hof fasteignasala. Miklu meira en bara parkett. Parkett og golf. Ármúla 32. Tryggðu þér raunveruleg gæði í endingagóð eldhústæki og innréttingu hjá Eirvík. Vertu velkomin í verslun Eirvíkur, Suðurlandsbraut 20. FM 9